dagskrá sem umræða eftirlit með þjónustu Reykjavíkurborgar við fatlað fólk. Og fyrstu tekur til máls borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson. Frú forseti, ágæta borgarstjórn. Í ljósi niðurstaðna í skýrslu vistheimila nefndar nokkur vistheimili, nú síðast Kópavogshæli, sem starfrækt voru og eftir miðja síðustu öld, ljóst að við þurfum að vera vel vakandi fyrir hvers kyns ofbeldi og vanrækslu sem getur átt sér stað í samfélagi okkar. Ég hugsa að ég geti talað fyrir hönd okkar allra hér sem hér sitjum og þeirra sem fylgjast með fundinum þegar ég segja að við vorum öll slegin yfir upplýsingum og þeim lýsingum sem nýlega komið fram í skýrslu vistheimila nefndar aðbúnað og illa meðferð á þeim sem dvöldu á Kópavogshæli á árunum 1952 til 1993. Sinnuleysi, fjársvelti og fordómar einkenndu starfsemi Kópavogshælis langt skeið. Margt fór úrskeiðis í umönnun og viðmóti gagnvart einstaklingum sem þar bjuggu og margir hverjir áttu fáa eða enga málsvara aðra en þá sem önnuðust á. Gerður Aggott Árnadóttir, heimilislæknir og fyrrverandi formaður Þroskahjálpar, sagði við útgáfu skýrslunnar Kópavogshæli að við sem samfélag þyrftum að taka skýrsluna og nota hana til þess að bregðast við í nútímanum, læra af henni og gera betur. Frú forseti, á velferðarsviði Reykjavíkurborgar starfa það bil 2500 faglærðir og ófaglærðir starfsmenn. Starfsstaðir velferðarsviðs 120 talsins og þjónusta starfsfólksins nær til 20.000 heimila í Reykjavík. Stór hluti þjónustunnar snýr að fötluðu fólki. Á fyrsta fundi eftir að skýrsla vistheimilanefndar Kópavogshæli var gerð opinber sameinaðist velferðarráð 16. febrúar síðastliðinn í fyrirspurn eftirlit með þjónustu við fatlað fólk í Reykjavík. Velferðarráð óskaði þá eftir upplýsingum frá velferðarsviði hvernig eftirliti með sértækum húsnæðisúrræðum, skammtímavistunum og stuðningsþjónustu, svo sem liðveislu, stuðningsfjölskyldum og beingreiðslusamningum væri háttað hjá borginni. Einnig óskaði velferðarráð eftir tillögum hvernig bæta mætti eftirlit, til dæmis með bættu verklagi og verkferlum, ef talin væri þörf á því. Jafnframt óskaði velferðarráð eftir að fá heildar yfirlit það eftirlit bæði innra og ytra sem haft með þjónustu velferðarsviðs. Í byrjun þessa mánaðar var á fundi velferðarráðs lagt fram greinargott svar við fyrirspurn ráðsins eftirlit með gæðum í framkvæmd þjónustu borgarinnar við fatlað fólk, sem tilefni þess að málið var sett á dagskrá hér í borgarstjórn, stórenda til að ræða þetta mál hér á fundi fyrir hálfum mánuði, en fresta var liðnum og þess vegna erum við í þessari umræðu hér nú. Meðal þess sem framkemur í svari sviðsins að flestir starfsmenn skrifstofu velferðarsviðs koma með einum eða öðrum hætti að því að tryggja að framkvæmd þjónustu sé í samræmi við stefnumótun, hugmyndafræði og verklag sem sett hefur verið. Með skipulagsbreytingum á skrifstofu velferðarsviðs árið 2014 var meðal annars ákveðið að leggja meiri áherslu á gæði og rannsóknir og sérstök deildstofnuð á velferðarsviði til að sinna þeim verkefnum eingöngu. Hluti af gæðamálum eftirlit með framkvæmd þjónustu. Gæðastefna velferðarsviðs kveður meðal annars á að tryggja stöðugar umbætur í starfsemi sviðsins, meðal annars með því að leggja áherslu á að þjónusta og stuðningur við notendur velferðarsviðs sé í samræmi við gildandi lög, reglur og verklag. Einnig hefur langt skeið verið lögð áhersla og metnaðarfulla fræðsluáætlun á velferðarsviði og ber að hrósa sviðinu fyrir þá góðu vinnu, en áætlanir hvers árs eru lagðar fram í velferðarráði. Þá unnið að mótun öryggisstefnu velferðarsviðs og þar hafði fyrirmynd að sú vinna sem Barnavernd Reykjavíkur fór í við gerð öryggis- og þjónustustefnu sinnar fyrir nokkrum árum. Deild gæða og rannsókna á skrifstofu velferðarsviðs hefur ábyrgð og yfirsýn á þróun gæðamála, verkferla, greiningu og eftirlit með framkvæmd þjónustu, sem felur í sér meðal annars ábyrgð á úttektum og að leiða gerð kröfulýsinga vegna rekstrarsamninga og reksturs ólíkra úrræða. Deildin skipuð 6 starfsmönnum að meðtöldum deildarstjóra. Þar af starfsmaður í 40% stöðugildi sem eingöngu vinnur við úttektir. Til að gæta fjarlægðar og ná fram hlutlausu mati telur velferðarsvið mikilvægt að starf úttektaraðila sé aðgreint frá öðrum störfum innan sviðsins. Auk þess hafa utanaðkomandi aðilar komið að einstaka úttektum, sérstaklega í málefnum fatlaðs fólks og nú nýlega þegar notendur eru sjálfir spurðir
álits þá þjónustu sem þeim stendur boða og eru veitt. Þá hefur velferðarsvið keypt kannanir og rannsóknir af utanaðkomandi aðilum til að meta ánægju og árangur af þjónustunni. Gert þjónustumat reglulega í einstaka úrræðum til að meta gagn á þjónustunni og ánægju með hana. Að auki eru unnar almennar og sérhæfðari tölfræði greiningar. Eins og sést á þessari upptalningu fer fram margs konar vinna sem ætlað er að meta gæði og eftirlit með þeirri þjónustu sem Reykjavíkurborg veitir og heldur utan um. Gæðaúttektir eru hluti af innra eftirliti velferðarsviðs. Gerð er áætlun innri úttektir fyrir hvert ár sem felur í sér allar úttektir, kannanir og rannsóknir sem eiga að koma til framkvæmdar á árinu. Úttektaráætlun er byggð á stefnu Reykjavíkurborgar í málaflokkum sviðsins, áherslum velferðarsviðs, aðgerðaráætlunum, tillögum frá starfsfólki á vettvangi og rýni í þær úttektir sem hafa verið gerðar síðastliðin ár, auk mats á upplýsingum varðandi afmarkaða þætti í þjónustu eða úrræðum. Við gerð úttektaráætlunar er horft til þess að flestir málaflokkar fái vægi. Frá árinu 2010 til ársins 2017 hafa að jafnaði verið framkvæmdar 10 úttektir á ári á vegum velferðarsviðs með þjónustu sviðsins, þar á meðal eftirlit með sértækum húsnæðisúrræðum, skammtímavistunum og stuðningsþjónustu. Á síðustu árum hafa verið gerðar 2 til 3 úttektir á ári sem snúa beint að fötluðu fólki. Gæðastefnan kveður á að kröfulýsingar verið gerðar þá þjónustu sem sviðið veitir og eða kaupir af þriðja aðila. Velferðarsvið hefur frá því í byrjun árs 2012 unnið að gerð kröfulýsinga þjónustu og reksturs úrræða. Hlutverk kröfulýsinga er að skilgreina gæði og árangur tiltekinna þjónustu og vera jafnframt grundvöllur eftirlits og eftirfylgni með henni. Ólíkir þættir í þjónustuveitu borgarinnar hafa verið teknir til skoðunar á síðustu árum. Til að átta sig á umfangi og verklagi við gerð úttekta velferðarsviðs rýndi ég í 3 slíkar sem sviðið hefur staðið nýlega að. Fyrir það fyrsta las ég úttekt frá því í október á síðasta ári sem var viðhorfskönnun meðal starfsmanna í 3 bústukjörnum fyrir fatlað fólk og sneri könnuna að líðan þeirra og aðstæðum. Ræða úttekt á tilteknu verkefni sem kallað hefur verið K3 og snýra 3 þungum bústukjörnum sem borgin rekur. Aukið álag var áberandi á síðustu árum en er að ræða bústukjarna þar sem þjónustuþarfir eru miklar og allir eru kjarnarnir í þjónustuflokki 4 sem þyngsti þjónustuflokkurinn. Íbúarnir eru 17 talsins og í þessum 3 kjörnum og þar starfa 100 starfsmenn í 63 stöðugildum. Til að bregðast við vandanum var sett á laggirnar 3 ára aðgerðaráætlun sem tók gildi árið 2015. Markmið aðgerðaráætlunar var og er að gera breytingar á fyrirkomulagi bústukjarnana en með endurskipulagningu á að búa íbúum á umræddum heimilum, umgjörð og þjónustu sem hentar þörfum þeirra, draga úr tíðni ofbeldis og á árekstra íbúa sín á milli og við starfsmenn sem var því miður of algengt og auka þannig lífsgæði og öryggi íbúa og leið starfsmanna. Niðurstöður könnunarinnar á meðal starfsfólks bústukjarnana sýna að þeir starfsmenn sem hafa unnið lengur en 12 mánuði á starfsstöðunum hafa orðið varir við framþróun á starfsstaðnum er varðar aukna fagþekkingu og aukið öryggi starfsmanna og íbúa. Tæpur helmingur svarenda höfðu orðið varir við aukna framþróun er varðar aukna fræðslu og þjálfun og fjórðungur hafði orðið var við aukið samstarfi aðrar stofnanir. Langflestir þeirra sem höfðu orðið varir við framþróun á vinnustaðnum fyrrnefnda þætti varðar töldu þróunina hafa leitt til bættrar þjónustu við íbúa bústukjarnans og til betra starfsumhverfis fyrir starfsmenn bústukjarnana. Í þessari tilteknu úttekt má að auki finna samantekt frá forsvarsmönnum verkefnisins, þeirra mat og sýn á hvað þurfa að gera til að verkefni skili tilætlaðum árangri. Einnig las í úttekt velferðarsviðs og verklag og faglegu vinnulagi í skammtímavistunum Reykjavíkurborgar frá því í maí á síðasta ári. Markmið úttektarinnar var að skoða skráð gögn varðandi faglegt verk og vinnulag á skammtímavistunum. Úttektinni var ætlað að vera liður í að efla þjónustu við börn með mikla þjónustutörf og aðstandendur þeirra. Samhliða úttekt á faglegu verk og vinnulagi á skammtíma heimilunum var gerð þjónustukönnun meðal aðstandenda þeirra barn og ungmenna sem dvelja á skammtímavistunum Reykjavíkurborgar. Án þess að fara með nákvæmum hætti í niðurstöðurnar þá er unnið með faglegum hætti á starfsstöðunum og samræmi milli þeirra í vissum þáttum en öðrum ekki. Í úttektinni eru þessir þættir dregnir saman og úttektaraðili leggur til breytingar hvað þetta varðar. Auk þess sem bent er á misræmi þjónustu milli skammtímavistana
sem snýr að sólarhringsvistun barna og ungmenna. Hér hef ég farið yfir innra eftirlit með framkvæmd þjónustu velferðarsviðs, en þegar horft er til ytra eftirlits kemur í ljós að því er einnig sinnt með margvíslegum hætti. Réttindagæslumenn, hagsmunasamtök, umboðsmaður borgarbúa og umboðsmaður Alþingis veita ákveðið aðhald. Auk þess sinnir innri endurskoðun Reykjavíkurborgar eftirlit með fjármálum og stjórnsýslu í umboði borgarráðs. Ljóst er að nauðsynlegt að sinna þessu eftirliti vel og fyrir liggur að gera þarf sumar úttektir með fjölbreytilegum aðferðum. Nú og þegar litið til framtíðar þá telur velferðarsvið fyrir það fyrsta mikilvægt að áfram verði lögð áhersla á að styrkja eftirlit með framkvæmd og greiningu þjónustu og eftirliti verði áfram þróað í samræmi við áherslur skilvirkni, nýsköpun og nýjustu þekkingu á sviði gæðaeftirlitis og rannsókna í velferðarþjónustu. Talað fyrir mikilvægi þess að allir starfsmenn taki virkan þátt í að vinna að endurbótum. Í öðru lagi telur velferðarsvið brýnt að samvinna milli sviða, að bæta samvinnu milli sviða varðandi miðlun þekkingar á sviði rannsókna og kannana og er hægt að taka undir það. Í þriðja lagi er áhersla lögð á eftirfylgd úttekta meðal annars með því að nýta þær með tilliti til nýsköpunar, þróunar og til að auka gæði í þjónustu sviðsins. Í fjórða lagi þarf áfram að leggja áherslu á innleiðingu kröfulýsinga í úrræðum velferðarsins og eins og ég rakti áðan þá er hlutur þeirra að skilgreina gæði og árangur tiltekinna þjónustu og vera jafnframt grundvöllur eftirlits og eftirfylgni með þjónustunni. Frú forseti, gerð hefur verið allveruleg bragarbót í málaflokki fatlaðs fólks sem miðað við það sem áður þekktist. Tíðarandinn er annar sem betur fer, unnið er út frá öðrum forsendum í þjónustu við fatlað fólk. Skýrslan Kópavogshæli endurspeglar þannig viðhorf liðinna tíma. Þessi viðhorf tilheyra þó ekki með öllu fortíðinni, líkt og fréttaumfjöllunin sem fylgdi í kjölfarútgáfu skýrslunnar bar skýrt með sér og fjallaði þjónustu og aðbúnað og sambýli fyrir fatlað fólk á Blönduósi. Það er full þörf á eftirliti með velferðarþjónustu okkar og annarra sveitarfélaga og einnig að það eftirlit tæki mið af þeim breytingum sem þjónustan tekur í takt við einstaklingsmiðaða þjónustu og einnig þarf umræðum hvernig eftirlitshlutverki sveitarfélaga skuli hátta þegar notendur í mun meira mæli að stýra þjónustunni sjálfur, samanber NPA eða notendastýrð persónuleg þjónusta. Þar býður okkar hér í Reykjavík og öðrum sveitarfélögum ákveðið verkefni. Líkt og ég fór hér yfir áðan leggur velferðarsvið ákveðnar aðgerðir og þar skiptir að mínu viti miklu að eftirfylgd úttekta sé tryggð. Við erum að gera margt gott og við þurfum að halda áfram að vanda okkur. Dæmin sanna að fólk í